Já, venni sigur í dag, þú lítur ánægður. Já, ég í skífunum að á að landa þessu sigri. Þetta var ofsalega mikilvægur leikur. Erfiður leikur? Já, mjög. Fylkismenn náttúrulega gríðarlega sterkir og ég held þetta hafi nú verið svona sanngjarnt upp í staði þá gat brugðið til beggja vona. Framistæðan bara mjög góð. Já, þetta var svolítið bara mjög svona klókur leikur hjá okkur að við skiptum kerfi alveg tvisvar í leiknum og strákarnir stóðu sér frábærlega í að lesa aðstæðurnar. Fylkismenn náðu að pressa okkur svolítið mikið þannig að við náðum raun og veru ekki að spila okkar besta leik, svona sóknarleik. Þannig að við breyttumst svona á augabragði í bara gott low-block skyndisóknarlið. Svona eina svekkelsi kannski að hafa ekki bara klárað leikinn á þeim sóknum. Ég held að við fengið, ég var að klára leikinn en í minningunni er þetta einhverju 10-12 góðir skyndisóknarsjensar sem hefði verið gott að ná þriðja markið áður en þeir komið í 2-1. Þannig að þetta var alveg spennandi í seinni hálfleik. Þú talar um að breyta kerfinu, þú settir alveg 4 breytingar seinna í seinni hálfleikunum. Var það eitt af þau þú varst að breyta til? Já, ég hugsaði nú bara að Fylkismenn voru að nota mjög mikið af þessum mönnum og í síðasta leik. Mér finnst ég eiga stóran hóp, þannig að ég ætlaði svolítið líka ég var plan að hafa vítaskiptingarnar vel. Ég ætla að fá ferska leggi á móti þeim, síðusti leikur var bara 5. þannig að það var þreytt í löpunum. Þetta átti nú bara að vera þrefaldsskipting, svo bara í miðri skiptingu þá meiddist einn, þannig að ég breytist í 4-faldan. Hver meiddist? Baldur, ég held að hann hafi nú ekki tóknað, ég held að sé klár í næsta leik en hann gat ekki meir. Adam Árni kemur inn á meðst líka, hvað gerist? Ég veit það ekki, það var alveg ferlegt að sjá það. Það var inn á ykkur 5 eða 10 mínútur og ég bara veit ekki hvað það var en það var högg og svona stressaði með þessu upp því að við heldur djarfir að fara í þessa 4-skiptingu og klára það 5 þarna og svona korter eftir og sem betur fyrir þá lifðu allir af. Sigur Egill, þetta er leikmaður sem kemur úr meiðslum, byrjar svona fyrstu mínúturnar til leiknum til Grindavík. Annar þetta að fá hann ekki tilbaka? Ég spurði vingilinn, hann allavega setti einn þangað, byrjaði bara að stimpla sinn með kontran í skeytinn og beautiful. Siggi er búinn að hlaupa eins og skepna þessar 6-7 vikur sem hann var frá, þannig að ég hafði engar áhyggjur af forminu á honum. Það var spurningum bara hvort að hnéð væri klárt og sýndist svona á þessu skoti að sé í lagi með það. Þannig að einu sem þetta ágjörði bara netið og vingillinn og allt það? Já, bara mörkin skemmist ekki. En nú eru þið komin á toppinn. Eftir að skilst það HK og Afturelding, kannski þarf að skoða sérna en HK er næst, þú veist, hvað þurfið þið að gera á móti HK bara til þess að halda ykkur á toppnum? Allt til að vinna, segir sjálft. Þetta er bara eintómir úrslitaleik, þetta er skemmtilegasti parturinn af þessu sísóni sko. Það er eiginlega skemmtilegt að allir leikir gefið 3 stig þá einhvern veginn eru þessi leikir einhvern veginn stærri, eðlilega. Það sýstir í álinn og mótið að fara að klárast. Ná að spila okkar leik aftur og þess að við gerum að mörgu leyti kannski ekki í dag. Við erum svolítið að finna kannski þráðinn aftur í spilamennskunni en hjartað og varnarleikurinn og orkan í öllum leikmönnum, bæði þess að byrjuð og kom inn á bara þannig að ég held að við gátum ekki tapað þessu leik.